Já, velkomin aftur. Við sittum hérna bræðurnir, gestirnir eru farnir. Það nú skemmtilegt hlutverk sem við erum í hérna á Sundum að fá bara gesti hérna við þetta vaxdúkaða borð, drekka kaffi og spjalla um pólitík. Hvað viltu hafa betra? Hvað viltu hafa betra? Ekkert betra. Nei, þetta var fín umræða. Við vorum bara og svona alvöru mál á dagskrá. Jafnréttismál, húsnæðismál, leikskólamál, alvöru mál á dagskrá. Já. Í báðum hlutum bara var það bara mjög fínt. Sko. Og það svona alvöru umræða sem að næst oft með því að hafa þættina svona aðeins lengri. Þá næst svona annars konar umræða. Heldur en að vera að reyna að afgreiða allt eins og niðurstaðan ekki fyrir. Herðu, það hérna tíðindi í pólitíkinni var náttúrulega Sigurður Ingi. Hann ætlar ekki að vera áfram, kemur engum á óvart kannski og ekki þér. Þú erum búin að tala um þetta í langan tíma. Að hann hafi eiginlega tapað þessari stöðu. Ég er búin að spá þessu mjög lengi. Hann tapaði stöðunni bara úrslit kosninga. Og svo það sem kemur á eftir og svona hrun í fylgi Reykjavík og fleira. Það er ekkert, þannig að það er eiginlega ekkert annað að gera. Það var ekki Jón Baldvin sem sagði að þegar skipstjórinn fiskar ekki, þá verður það skipstjóra. Þannig að það var kannski ljóst að hann var að fara þar út. En þetta með að þetta var náttúrulega svo mikið hrun í kosningunum að þau féllu þarna allir sem höfðu vonir að geta leitt framsókn. Willum féll í suðvestri. Ásvöldur Davíð í Reykjavík norður held ég og Lilja í Reykjavík suður. Þetta fólk fekk svo fá atkvæði þegar var að vera að tala um það hérna. Ég fekk fleiri atkvæði heldur þetta fólk og ekki ég kröfu að verða formaður Framsóknarflokksins. Þannig að þetta er persónulegt áfall fyrir fólk. Þannig að ég sé ekki að því að sumuleyti eru stjórnmál þannig að þú eldir sigurvegara og þú hefur bara ekki þola á miklu tapi. Þannig að ég bara sé ekki að eitthvað af þessu fólki sem að fórilega niður með skútunni þótt að Sigurður hann náttúrulega bjargaði sér bara litlaputta. Hann datt inn bara undir morgun. Hann sagði reyndar hérna fyrir viku að honum brá svo mikið að Willum næði ekki inn á sinn kostnað. Hann vildi að Willum næði inn. Það er frekar. Og það hefði náttúrulega breytt öllu. Hann talar um mann sem ekki leiðtoga. Það hefði náttúrulega breytt öllu. Þá hefði Willum verið eiginlega sjálfgefinn formaður. En hann utan þings, hann er náttúrulega komin í fínt jobb, eða ekki? Jú, það er fyrsta skipti sem að forseti í ISI er launaður. Hann þarf ekki að hafa áhyggjur af afkomu sinni. Nei. Þannig að það væri svolítið stórt skref fyrir hann að hætta þá í ISI til þess að fara, en ég ekki trúið því. Þá er eftir, en Lilja, hún hefur metnað, Ásmundur Einar er hættur í pólitík. Og veistu hvað hann fara að gera það? Að fara að vera ráðgjafi, ég veit ekki hverju. Við þurfum eiginlega að fá hann í svona spjall, stundum það gaman að tala við fólk sem er hætt í pólitík, þá er það svona aðeins frjálsara. En hann var ekki á fundinum í gær. Og hann sagði af sér ritari, það var verið að kjósa í hans... En hérna Sigurður Ingi bar fundinum kveðið frá honum, en hann er eitthvað stærri í útlöndum. Þannig að hann sagði af sér ritari, þannig að það verður kosið núna í febrúar formann og varaformann ætlaði þess ekki kosið aftur í ritara, hún var hann einn kornungi þingmaður. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Já, kornung. Sem var á þingi. Já, var held ég með allra yngsta fólki sem hefur verið kosið á þing. En ég heldur sér ekki hún er ekki orðið 30 núna. Þannig hún hefur verið bara 25 eða eitthvað þegar hún var kosin á þing. Afrekskona í pólitík ungliða að komast inn á þing. Það voru 3 ykkur í framboði, hún fekk það var að vera með hreina meirihluta til að vera... Hún náði því fyrsta. Og meðal annars var sveitastjórinn í Vík í Mýrdal sem margir hafa talað sem svona vonarpenning. Hann var lægstur þar og þá sá maður að hann hefur ekki þann stuðning í flokknum. Hann mun ekki fara í formannsframboð eftir það. Svo það ég man ekki nafnið á henni sem þarna í Múlaþingi sem var í öðru sæti í kjörinu. En þetta var bara Lilja Rannveig vann þetta bara alveg. Einar Þorsteinsson, hann er náttúrulega í afleitri stöðu í Reykjavíkurborg. Það má þó geta þess að í könnunni sem að Viðskiptablaðið birti, ég held að Gallup gerir þessa könnunni fyrir Viðskiptablaðið, svona 3-4 ári, þá var Einar inni sem borgarfulltrúi í fyrsta skipti háa herrastíð. Því
Framsókn hefur ekki verið með neitt hann í undanförnum Fékk 4 síðast. Stórkostlegur sigur, 17% fylgi. Þá var eða þá líf í kosningalögurinu, ekki best að kjósa. Já, ég held að það stundu verið að tala um Einar Þorsteins hafi sem sagt búið þetta til. Ég held að þetta hafi verið hvað seinni bylgjan af frábæri kostningabaróttu Framsóknar, ekki bara best að kjósa Framsókn. Sigtryggur Magnason sagður hafa búið til frasan. En fólk man eftir þessu, það var bara svona lífilegar bæjarlífsmyndir og Framsóknarmenn svona í lífi og starfi, tildulega kátir og kekk, eins og sattir. Og Sigurður Ingi að gera eitthvað svona. Nei, þetta var stór sigur fyrir bæði til þings þá og svo til borgarstjórnar og síðan og reyndar víðar á landinu skilstist mér að ég viti það fyrir víst en þetta þeir til dæmis bæjarstjóran í Hafnarfirði Mikil Mýrdal taldi upp einhverja fleiri stórsigur sem að Sigurður Ingi var gerist á vakt hans og þá leita svo út fyrir hann var eiginlega stróka miðflokkin út, það munar nú bara litlu að miðflokkur ditt út af þingi, fengur 5,6% á með sama tíma og Framsókn var með eitthvað 16% en núna miðflokkurinn með 10% eða hvort þeir fengu eitthvað aðeins meir en 10% en Framsókn bara hangir í 5%. Þannig að milli 5 og 7 þannig að maður myndi horfa á það sem að þetta hafi verið átök á milli hvora leiðin á Framsókn að fara, leið Sigmundar eða Sigurðar Inga tímabil leit út fyrir að Framsókn hefði varið rétt en núna kannski vill eitthvað segja að Framsókn hefði frekar átt að halda sig við Sigmund Inga Sigmund Davíð nema að málið sé það að Sigmundur Davíð sé komið svo langt til hægri að hann eiginlega langt út fyrir allt kjörlendi Framsóknarflokksins. Já, ég held það ég held það sé málið hann á svona bara áður ónýtjuðu makri svona ysta hægrinu í Sjálfstæðisflokknum sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur töluvert mikið á sig að reyna að verja SUS, samband ungra sjálfstæðismanna gaf frá sig svona tón við formannaskipti þar og við landsfund sem að þau voru með að þau ætluðu að verja vígi þar, þau ætluðu að vera meira ultra hægri heldur Miðflokkurinn var svona tónninn og tóku bara upp stefnu Miðflokksins Ég erfitt átt að segja á því hvað Guðrún Hafsteins vill með flokkinn. Af því hún svolítið að reyna að hafa alla góða og spila svona, en erfitt átt að segja á því. Ég mér segilega erfitt átt að mig á varaformannum. Það að fylgjast með þinginu. Hann ekki bara búin að missa á hann á þessu eða eitthvað? Hann svona alltaf svo reyja, liggur svo mikið niðri fyrir eitthvað, finnst þetta svona. Það erfitt að átt að segja á því, hvert hlutverk hans? Í fórustinni. Stundum getur varaformaðurinn eftir að fara að vinna að innri málum, það ekki. Hún með búin að skipta út starfsfólkinu, hún komið með sinn þingflokksformann. Þannig að ég svona upplifið að Jens Garðar sé ekki í hennar liði. Og þá það spurningin, hvað hann? Ætlar hann að vera þá eins og svona Gunnar Tór á móti Geir eða en hann bara fer upp í svona sínmál í þinginu og hann erfitt að fá hann í viðtal við höfum oft búið hann í viðtal og hann hvarf nú Moggi fór og auglýst eftir honum þannig að það eins og hann bara finn ekki fjölina sína í pólitík og það var nú verið að tala um það í sumar hann hlyti eiginlega að vera með eitthvað loforðum, eitthvað starf að fara aftur inn í sjávarútveginn og þá var, ég ekki að segja að það hafi verið þannig að þá voru menn bara að geta sér til það hvernig stæði á því að nýkjöri varaformaður Sjálfstæðisflokksins væri bara horfinn. Já, á sama tíma og forstjóri Kaldvíkur, þar sem hann var aðstofforstjóri, fer úr starfi. Þá, ég held að hann væri bara að fara aftur heim, færi bara sem forstjóri Kaldvíkur. En ég ætti kannski að senda aftur á hann, ég sendi nokkur sinnum á hann og hann svaraði aldrei. Svo endanum svaraði hann eitthvað og sagðist vera bara eitthvað út á landi eða eitthvað tíma þegar ég var að reyna að fá hann eitthvað. Við skulum reyna að fá hann, ég held að hann hafi gefið sig einu sinni fram og komið í spursmál sem svona heimavöll á MBL sem orðið mikill heimavöllur hægrimanna það orðið fátítt að pólitískir andstæðingar Sjálfstæðisflokksins farið þarna þetta Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn og Miðflokkurinn hann hann heldur að hann sé bara að fara að vinna í lottói hann svolítið svona eins og
heldur það bara að þetta hljóta að vera að koma til sín. Ég held að það sé alveg svona dæmi að mann séu alvarlega lokar inn í einhverju búblu, sko. Því að maður spyr svona byrju, en ég sé ekki merkið þess að þessi sko sveifla sig að koma. En hún á eftir að koma. Það er eins og þeir séu sko viti meira heldur en að þeir eru sannfærðir. Þeir vita meira en ef þeirra nær. Já, viðmælendur þeirra kannski eru svolítið þeirra línu. Það hefur lengi verið í þessum hægra podcasti, þá koma þeir saman, allir sem er sömu skoðunina og mæra hvern annan og tala hvern annan upp. Svo náttúrulega stundum hafa það rétt fyrir sér. Ég man að í þessum hægri podcastum öllum að þá var alltaf verið að tala um að síðasta ríkisstjórn myndi springa, held ég, sko 2 árum áður hún sprakk. Svo sprakk hún loksins og þá sögður ég var búin að segja þetta. Já, þetta er svona maður. En vitlausklukka hefur rétt fyrir sér tvisvar og sólarhring, sagt. Þetta er hægrið. Við vorum hérna með skemmtilega gesti hérna, fórum yfir svona breytt svið pólitíkurinnar og þau svona áherslumál sem eru á pólitíkinni. Við ræddum ekki utanríkismál að miklu leyti nema að vopnahlið er að bresta á Gaza. Við ræddum ekki öryggismál Evrópu og sáralítið Trump nema bara í takt við hérna bakslag sem má víða sjá. Áhugaverð spjall. En við þökkum gestum okkar kærlega fyrir sem að hinga komu, en mest þökkum við ykkur sem hafa verið heima og hlusta og svo náttúrulega Pétur Fjelstig sem tók upp og sendi út. En ég ætla að minna á að þeir byggðu upp samstöðuna. Áhorfendur góðir og hlustendur góðir. Þið byggðu upp dreifikerfið bara með að segja að vinnum á vandamönnum frá efni sem að þið hefur heyrt hér og séð og þá finnur fólk okkur á Facebook, við erum þar undir nafni samstöðunar, við erum á YouTube undir nafni samstöðunar, við erum á öllum hlaðvarpssveitunum undir nafni samstöðunar, en líka einstakar þáttar sem að hér eru. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þér útvarpssendingar á spilaran. Spilari.is er á netinu, svo er spilari líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar í þetta útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Það er númer 5 á fjarstýringunni. Við erum líka komin í kaparkerfin hérna suður með sjó, en kannski ef þú vill, ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskipturum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunni, allan ársins samfélagsumræða í þessum þætti, við rauðaborðið og öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að telur að samstöð sem er mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi og samfélagi verið betra því öflugri sem samstöðin er. Ef að þú ert sama sinnis að þá til að slást í hópinn velunara samstöðunar og gerast áskrifandi. Það er gert með því að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2.750 krónur á mánuði. Það mátt borga meira vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hérna, við hittust aftur hérna annað kvöld, þá var það fréttir klukkan 8 á samstöðunni. Við erum að þróa hér fréttatíma og vakið töluverða athygli. Ef þú hefur ekki fylgst með því þá hvet ég til þess að kveikja hér eftir klukkan 8 á morgun. En Sinir Egils er búinn að sinni, njóti þess sem eftir er af helginni.